Sæll verið fólkið og velkomið í þátt minn Mannamál á litlu sjónvarpsstöðinni okkar Hringbraut. Gestur minn að þessu sinni krónprinsinn í einu mesta ævintýri Íslandssögunnar, altént á síðustu áratugum. Það gerðist í Frans og við urðum svo að segja Evrópumeistarar í fótbolta. Hann tannlæknir úr Vestmannum og heitir Heimir Hallgrímsson. Vertu velkominn. Hvernig var að koma niður á jörðina eftir þetta ævintýri? Það var bara, kannski ekki endilega auðvelt, en það var rosa gaman. Við töluðum það eftir mótið, við vorum að fara heim að það væri gaman ef við myndum gera eitthvað fyrir fólki sem var búin að vera að styðja okkur og svona töluðum það, kannski ekki einum og að vera að taka rútu niður Laugaveginn og svo eru 6 manns að klappa fyrir okkur eða eitthvað, það er svolítið svona úr takti en við vorum bara, í rauninni vissum ekki hversu mikið stemmingi var á Íslandi. Ég get sagt þér að hún var svak. Já, og við eiginlega kynntust í bara svona, fengum það beint í æð. Þið áttu ekki til að vona á þessu? Alls ekki, við vorum að hugsa bara hvort þetta eitthvað misheppnað skilur að við verðum að keyra niður Laugaveginn og enginn að taka á móti okkur. Við hefum alveg skilt að taka í strætó en þess vegna var þetta svo gleðilegt en umhverfið okkar út í Frakklandi var bara þannig að við svolítið vorum einangraðir. Við sáum ekkert íslenska sjónvarpið eða neitt að því líkt og vorum svolítið að reyna að vera einangraðir frá öllu, og svo bara eftir þetta þá allir að spyrja, ertu komin á jörðina? En það allir að óska manni ennþá til hamingju, sko. Þannig að það mjög erfitt að komast niður á jörðina og fara að fókusera á eitthvað annað, því að það alltaf verið að rifja upp. Já, ég sá nú þennan leik þannig að það tekur bara tíma, en þetta aðeins að ríkið að setjast. En aðeins meira að heimkominni, urðuð þið beinlínis hissa? Já, við erum rosalega hissa og bara, við vorum eiginlega orðnir skellir hlæjandi í lokin. Hversu mikið af fólki kom og tók á móti okkur, sko. Það var bara allt frá því að við lentum og keyrðum Reykjanesbrautina, Suðurnesjamennirnir komu og sem bara fyndið að klappa fyrir rútu sem maður fer framhjá skilur á 10 sekúndum. Þetta var alveg magnað og í rauninni sýndi það hversu fólki þótti vænt strákana. Hvað var það sem gerði grunninn að þessu ævintýri? Margir nefna liðsheildina, það hlýtur að vera, sko, ótal aðrir þættir sem koma til greina, auðvitað geta strákana og þjálfarana, en hvað sýnist þér hafa skipt sköpum þegar þú horfir á þetta og pínlítið fjarlægð? Ég held að það sé nú bara, það voru svo margir hlutir, margir þættir og hlutir sem gengu upp, klikkuðu sem sagt saman á réttum tíma. Það bara, fyrst og fremst auðvitað, þjálfara til dæmis ná ekkert árangur í gegnum aðra og þessir aðrir voru heppilega ansi góðir drengir sem voru búin að lengi saman, þekktu hvorn annan, eru með óbúslega mikla hæfileika og eru frábæri karakterar og hafa allir svona mikinn metnað. Þannig að leikmennirnir þurftu ákveðna umgjörð sem að Lars kom með frá Svíþjóð sem hjálpaði þeim að ná árangur og svo erum við með frábært starfsfólk í kringum KSÍ sem við erum bara, það áluga á alhansliðinu, hversu gott fólk að starfa fyrir það og við höfum oft sagt hversu fámennt liðið okkar en við virðumst vera að ná sama árangri og aðrir. Þannig að þetta er allt, þetta vinnusemi og gott starfsfólk, góði leikmenn, umgjörðin fín og þetta kom allt einhvern veginn saman á sama tíma. En margir þeir sérfræðingar sem ég hef talað við segja að liðsheildin hafi akkúrat verið sem aldrei fyrr. Þið hafið náð einhverju lími milli leikmanna sem hafi gert það að verkum að þeir voru allir tilbúnir að leggja sig fram meir en 100%. Og það sást alltaf á liðinu. Það voru engar stjörnur inn á leikvelli okkar megin. Það voru strákar sem voru tilbúnir að berjast allar 90 mínútur. Það hefur nú verið, að mínu mati, hefur það verið svona einkenni liðsins. Það er allir leikmenn vinnusamir. Það er enginn sem getur leyft sér að vera einstaklingur í þessu liði og alltaf sér að skína og kostnaði eitthvað annars. Og það hefur verið bara einkenni liðsins og ég held líka að svona leikmenn og staffið og þjálfararnir vita svona identityið á liðinu, fyrir hvað við stöndum. Við vita allir fyrir hvað við stöndum. Ef við gerum þetta svona þá eigum við möguleika á að vinna þá allra bestu. Og það er enginn að reyna að brjóta þessu út úr því mynstri. Ég held bara að nú var þetta stærra svið, það var svona kannski meiri fókus, og fleiri að horfa á sem að sáu þetta, þannig að þess vegna held ég að menn hafi haldið að telja að það hafi verið
betra núna heldur en áður en ég held að það hef ekki verið. Ég held að þetta hafi alltaf verið einkenni liðsins og það að vita fyrir hvað stendur og allir vita fyrir hvað stendur. Það hjálpar náttúrulega liðsheildinni alveg gríðarlega mikið. Ykkar þáttur, ykkar Lars náttúrulega mikill í þessu og ekkert að reyna að draga úr því Heimir, hér og nú. Sko þið hljótið að leggja mikla áherslu á andlegu hliðina. Líkamlegi þátturinn svolítið þekkt stærð fyrirfram, en andlegi þátturinn kannski skiptir sköpum þegar á hólminn komið. Já, og þannig kemur kannski af muninum að vera landsliðsþjálfari og félagsþjálfari. Þegar þú ert félagsþjálfari þá ertu mikið að vinna í líkamlega þættinum. Fyrir landsliðsþjálfara sem hefur leikmanninn 3 daga fyrir leik, hann getur ekkert breytt svo miklu hvað var að tækni leikmannsins eða líkamlega, þú fær ekki úthald á 2 æfingum og svo framvegis. Þannig að starf landsliðsþjálfara gengur akkurat út á þetta að búa menn andlega og svo í huganum á annan hátt fyrir leikinn og stilla saman liðið. Það rauninni hlutverk landsliðsþjálfarans. Og sú vinna fer í rauninni öll fram áður en að við hittum leikmennina. Undirbúa fundi, æfingar og allt svoleiðis, það í rauninni, því öllu lokið þegar við hittum svo loksins leikmennina. En hvernig þjapparu saman liði svo vel reynist? Ég hef á tilfinningu að þið Lars hafi ekki verið öskur aparnir fyrir Georgbræði sem sko látið allt vaða yfir mannskapinn. Þið hafi notað einhverja aðra aðferð sem hefur greinilega heppnast. Já, ég held við séum bara báðir þannig týpur. Og ég held að það bara, þú getur aldrei leikið einhvern annan sem leiðtogi. Þú lítur upp til einhvers leiðtoga, nú Lars farinn og hérna. Ég ætla ekki að reyna að verða Lars, ég ætla að reyna að verða besta útgáfan af mér og við erum bara báðir með frekar svona rólegir einstaklingar, þannig að það myndi ekki henta okkur að vera öskra mikið. Ég held að það sé bara, þú veist, bara ákveðin trúverðugleiki, að vera bara þú sjálfur og að þessu leyti erum við svipaðir. Þú virkar ósköp venjulegur maður. Ég ætla að vona að ég sé venjulegur maður. Þú ferð ekkert fram úr þínum karakter. Nei, bara, ég alltaf að reyna að bæta mig, en ég aldrei að reyna að verða eitthvað annar. Og ég vona að ég verð aldrei þannig, að menn getur auðvitað mistið sig eitthvað staðar, en ég ætla að vona að ég reyni ekki að verða eitthvað annar heldur en ég er. Ég ætla að reyna bara að vera besta útgáfan af mér. Ég var líka tilfinningu að þú sért ekki að reyna að vera merkilega með þig. Nei, ég ætla líka að vona það að ég verði það aldrei og ég tel mig ekkert merkilegri en hvern annan og hérna. Já, bara ég held að þessi uppeldið frá Vestmannaeyjum sem að hjálpa mér svolítið í því. Hver ertu innst inni? Bara Eyjapeyji eins og allir aðrir held ég og ég held að eins venjulegt uppeldi og menn gátu fengið, rólegt, yfirvegað, alltaf gleði og já, svona svolítið kraftur í öllu sem að hefur verið í kringum mig, vinnusamt fólk og duglegt og líka alltaf stutt í gleðina. Ég held að það sé svona þau gildi sem að mér líka best að vera í kringum. Og þú Heimir elst upp í svona ekta vestmanneysku umhverfi í Heimaey, við Heiðaveginn, pabbiðinn, netagerðarmaður, mammaðinn, húsmaður á stóru heimili. Þetta getur ekki verið svona nær sjónum og því svona andrúmi sem var í Eyjum fyrir gos og eftir enda líka. Nei, alveg hárrétt og eins og ég segi, ég held ég að verið ótrúlega heppinn með foreldra og með umhverfi og ættingja og vini og hérna nýt þess enn í dag að bæði að eiga góða ættingja, góða vini og bara þetta umhverfi sem að næri mig einhvern veginn þegar ég fer heim til Eyja að það einhvern veginn maður núllstillist svo fljótt og það er kannski einn þáttur í því að geta haldið sér eins og maður að geta alltaf núllstillt sig einhvers staðar í staðan fyrir að vera að fara í viðtöl til þín og eitthvað svona á hverjum degi maður myndi sennilega eiga erfitt með að núllstilla sig. Segðu, það fyrir engin fjölskylda í gegnum lífið án áfalla. Ykkar fjölskylda mistuð frumburðinn úr krabbameini bráðunga stelpu. Það er rétt, já. Langt fyrir minn tíma hefði verið elsta systir mín og hérna, svo sem ekkert mikið rætt á heimilinu, en það er staðreynd, já, og
Þannig að það bara svona og hafa verið fleiri áföll bara eins og hjá öllum öðrum og lífið þannig, það ekki alltaf dans á rósu. Nei. Ég hef tilfinningu að þú hefði verið svona nokkuð kvikur strákur en það sem gerist í lífiðinu náttúrulega á 1973 þegar þú ert á 7. ári þá byrjar að gjósa í Vestmannaeyjum og þú manst kannski ekki sérstaklega mikið eftir því en ferð til Þorlákshafnar þar sem þið eru stund en það lá alltaf fyrir að fara til baka. Já, það var alltaf bæði atvinnuna vegna eins og þú sagðir, pabbi var nettigerðar maður og þeir áttu veiðarfaragerð sem var auðvitað þjónusta flotann og þeir fluttu það til Þorlákshafnar í gosinu og það var alltaf ljóst að við myndum fara aftur til Vestmannaeyja. Hvað svona sérstakt við Vestmannaeyjar? Þið eruð einhver sérstök útgáfa á Íslendingum. Já, til að útskýra þetta, þá held ég að Íslendingar séu svona, já, þeir eru svolítið sérstakir. Við viljum telja okkur vera vinnusamari heldur en aðra í heiminum og kraftmeiri og allt svoleiðis og ég held að Vestmannaeyingar séu bara svona ýkt útgáfa af Íslendingum. Við teljum okkur vera vinnusamari heldur en Íslendinga, aðra Íslendinga og skemmtilegri og allt það, þannig að við erum svona bara ýkt útgáfa af eyjamönnunum Íslendingunum. Og þessi gríðarlega nálægð við náttúruna, hún svona veðrar ykkur, tónar ykkur rosalega til. Þú náttúrulega út í Ystakletti þar sem þið voru að veiða ykkar fugl. Þetta eins nálægt náttúruna og hugsa getur. Já, og bara einhvern veginn allt samfélagið, opið. Og ég hef líka sagt ofta að það er mín skoðun að það getur ekki vont fólk átt heima í Vestmannaeyjum. Þú ferð ekkert. Ef þú ert vondur maður þá líður illa í svona samfélagi. Þú getur ekkert flúið og þú veist nákvæmlega hvað allir eiga heima og þú þekkir manninn í næsta húsi og þar næsta húsi hérna til dæmis í Reykjavík veistu jafnvel ekki hver á heima í sömu blokk og þú. Þannig að svona nálægðin svo mikil og öryggið svo mikið. Þú veist alltaf að nágranninn hann hugsar barnið þitt ef það kemst ekki inn í húsið eða hvernig sem það er. Ég meina, húsin eru opin og skilir lyklana eftir í bílnum og svona, það er svo mikið öryggi og þú ert ekkert að panikera þó að krakkinn kom ekki í kvöldmat, þú veist að hann hjá vini sínum og hann fær að borða þar. Þannig að það bara þetta frelsi, leyfa krökkunum að vera frjáls, það mótar okkur svolítið líka. Kom aldrei til greina annað í þínu tilviki heldur en að ílengjast í Vestmannaeyjum? Nei, ég var í tannlæknanámi hérna í Reykjavík í 6 ár og allan tíman var ég alveg ákveðinn í því að ég myndi fara aftur til Vestmannaeyja og verða tannlæknir þar. Af hverju ósköpunum valdirðu tannlæknin? Ég menn, þetta er ekki sérstaklega vestmannaeyjalegt. Nei, það er nú... Þú fyrirgefur. Já, það það var nú eiginlega bara smá kjánaskapur. Ég ætlaði mér í háskólanám, ætlaði í tölvunarfræði og mágur minn tölvunarfræðingur og ég byrjaði að lesa einhverjar bækur í því og það var óbóðslega mikið stærðfræði og svona þurrt nám og þannig ég hætti við en varð að skrá mig í einhverja deild til að renna ekki út á og svo gæti ég skipt deild innan háskólans. Og Gunnar Leifsson, vinur minn, hann var búinn að skrá sig í tannlæknadeildina og ég ákvað bara að skella mig með honum, skrá mig bara sem sagt í sömu deild. Þetta er þessi dæmigerða tilviljun. Já, akkurat og svo bara einhvern veginn héldum við áfram og við útskrifuðumst báðir sem tannlæknar. Á sama tíma ertu náttúrulega á fullu í fótboltanum, þú varst í árafjöld í meistaraliði IBVF að sparka í vörninni. Þú varst kannski ekki sá allra besti? Nei, ég var eiginlega svolítið langt frá því að vera allra besti. En ég var ótrúlega heppinn að því leytinu til að þegar ég var í meistaraflokki þá var liðið frekar slappt og ég komst í liðið. En svo því miður þá komu góðu þjálfarar þarna, Atli Eðvaldsson og Bjarni Jó og liðið fór allt í einu að verða betra. Þá komst ég ekki lengur í liðið og sneri mig þá bara þjálfun í staðinn. Ég vildi vera í kringum fótbolta. En af hverju vörnin? Ég frekar hægur bara og það var ekki hægt að nota mig neins staðar annars staðar. Þannig að hlutverki mitt var að sparka niður gummaben og eitthvað svona gæja sem kunna fara með boltann. Og ef þeir hlupuðu fram á mér þá yfirleitt sparkaði ég bara eftir þeim. Það var einhvern veginn að stoppa þá. En svo byrjar að þjálfa bráð ungur. Þú ert allir komið með bílpróf þegar þú byrjar að þjálfa. Já, það er rétt. 17 ára byrjaði ég að þjálfa og það var svona ákveðna ástæða fyrir því
Ég stækkaði seint og hérna, ég held ég hafi ekki stækkað fyrir ég var 19 eða eitthvað svoleiðis, þannig að ég bara átti ekki að gera í þessa stráka í öðrum flokki og já, bara að því ég var hættur þá töluðu þeir við mig, það var þarna pólskur þjálfari, yfirþjálfari hjá félaginu og þeir vildu fá svona yngri þjálfara með til að læra og ég fékk þarna 2 ár með alveg frábærum þjálfara og sem kveikti bara áhugann á því að vera að þjálfa og ég þjálfaði 10 ára og yngri í eitthvað 15 ár og það var bara geggjaður tími, æðislegur tími og ég elskaði ennþá í dag að þjálfa krakka. Mér finnst það skemmtilegustu æfingarnar að fara inn á krakkaæfingar. En þetta einmitt stóra breytingin í íslenskri knattspyrnusögu á síðari árum, hvað menn hafa lagt mikla alúð við þjálfun yngri flokkana sem að skila sér upp í árangri eldra fólksins í fótboltanum og auðvitað náttúrulega getum við nefnt líka betri aðstæður en það urðu ákveðin kaflaskil á þessum árum í afstöðunni til þjálfunar yngra fólks. Ja, akkurat og þar í rauninni erum við Íslendingar alveg í sérflokki í heiminum og það að þegar þú ferð með barnið þitt ef það er 8 ára, 6 ára á fyrstu æfinguna í fótbolta að þá eru 80–90% líkur á því að þjálfarinn sem tekur á móti barninu þínu er með góða menntun, JÚFA A eða JÚFA B þjálfaramenntun sem er það hæsta sem að þú getur haft þegar þú ert úrlingaþjálfari. Og ef við berum okkur saman við Svíþjóð eða Noreg, þessu svona velferðar skandinavísku módel í kringum okkur, þá eru bara foreldrar að þjálfa þessa krakka þangað til þeir eru 12–13 ára. Þannig að þegar krakkinn hér á Íslandi er orðinn 13 ára, þá hefur hann fengið gríðarlega góða þjálfun í nokkuð mörg ár. Og þess vegna eru svona yngstu landsliðin okkar að skila góðum árangri. En það er svo þegar erlendis krakkar fara í þessar akademíur, þegar það fara að velja þessar bestu til að æfa saman, þá aftur drögumst við örlítið aftur úr og það er svona okkar verkefni núna að reyna að bæta upp það, þannig að við höldum áfram að vera betri heldur en nágrannaþjóðir. Hvers konar þjálfari ertu? Á hvað leggur áherslu? Það er að fara margar leiðir við þjálfun. Það er að öskra, það er að halda mannskapnum frá sér, eða það er líka hægt að vingast við hann. Ég ætli sé ekki næstur því að geta talað svona einn á einn og kennt einn á einn. Þú verður ofta, eins og þú ert að þjálfa krakka, þú verður að fara niður á þeirra level, vera hálfgerður krakki og ná samskiptum. Þar held ég til dæmis að tannlækningarnar hafi hjálpað mér óbúslega mikið. Þú farið í stólinn til einstakling, það þarf ekki endilega að vera krakki, það getur verið fullorðinn sjómaður sem er logandi hræddur og þá verður að nálgast hann á annan hátt heldur en einhvern annan sem kemur í stólinn sem þú getur farið að grínast við eða skammað eða hvað sem er. Þannig að ég held að það sé svolítið mikilvægt að það sem gengur í þjálfun og einum einstaklingi gengur ekkert endilega hjá einhverjum öðrum. Þú ert að tala að þú verður að lesa fólk. Já, ég held að það sé svona besti eiginleiki þjálfara ef þú ætlar að vera öskra á alla þá eru 4, 5, 6, 7 sem að það virkar ekkert á þá. Þannig að til þess að fá það besta úr öllum þá held ég að þú verður að svona fara eitthvað milli við þegar þú talar við alla en svo talar við einstaklingin á annan hátt. Það hlýtur að vera óskaplega mikil þróun fólgin í því að sjá einhvern einstakling sem í fljótu bragði virðist ekki geta mikið en nær svo árangri langt umfram sem þú bjóst við. Þetta hlýtur að henda þig. Já, leiðinni og öfugt líka. Þú ert með einhvern einstakling sem að þú heldur að verði bestur í heimi en svo verður ekkert úr honum. Þannig að það er í rauninni báðar áttir. Besta dæmi í landsliðinu er til dæmis Hannes Halldórsson sem var ekki með lið. Það er eiginlega öskubuskuæfinti. Já, og það er bara kennslubókarefni fyrir krakka sem að vilja ná árangri, hvað hann hefur lagt mikið á sig til að ná því sem hann náði og að vera einn besti markmaðurinn í lokakeppni Evrópumótsins og það að fá ekki lið eftir að hann gengur upp úr öðrum flokki. Það er náttúrulega bara absúrt og þú ert á Íslandi, skilur. Það er ekki eins og þessi hæsti standard í heimi að komast í lið þar. Þannig að það bara sýnir það að æfingin, hún telur alveg óbúslega mikið og það að vera agaður og vera einbeittur af því sem þú ert að gera. Það skiptir bara svo óbúslega miklum fyrir alla þá sem eru að hugsa að verða eitthvað. Það kostar, það þarf að leggja inn. Hvernig kom það til að ykkar samstarf hófst þín og Lars Lagerbäck?
Það var nú bara, ég held að við höfum nú bara verið fengið til starfa í sitthvoru lagi. Já. Ég var ráðinn reyndar á undan Lars og það var semst búið ákveða hjá KSÍ að það yrði erlendur þjálfari en þeir vildu hafa íslenskan þjálfara með honum og þannig að það var rauninni búin að semja við mig áður en að var samið við Lars. Það var svona eins og frægt er orðið, það voru ýmis nöfn í gangi. Jú. Og þannig að það var bara þannig. Við vorum ekki ráðnir saman heldur í sitthvoru lagi. Hvernig kall er þetta? Hann er bara eins venjulegur og menn koma held ég. Hann gæti alveg verið að vinna á dekkjaverkstæðinu í Vestmannaeyjum eins og að vera landsliðsþjálfari. Og er náttúrulega bara skógabóndi skilur. Og hitti þarna venjulegu maðurinn annan venjulega mann? Ég vona það. Já, og við erum sennilega svona minnst spennandi þjálfarar svona út á við. Já, það var oft verið að bera saman RF-fötin sem við vorum í á móti Armani jakkafötunum hjá hinum þjálfurum. Þetta er svona, já, ég held við séum á mörgu leyti svipaðir. Og það var að mörgu leyti, Heimir, absúrt að horfa á okkur félagana á bekknum í hverjum leiknum af öðrum. Því voru bara í rólegustu og meðan að íslenska þjóðin var að fara gjörsamlega fyrir hornið af taugum. Hvernig er þetta hægt? Var ekki sagt með Abu? Var ekki gamla daga? Nei, þetta er bara, ég veit ekki, þetta er svona mómentið, eins og í Austurríkisleiknum, þá misti ég algjörlega kúlið. Þá vorum við svona á leiðinu út úr keppninni í hálftíma, þeir dundu á okkur sóknirnar og svo skorum við og við erum áfram og þá misti maður kúlið. En ég held að það sé bara, eins og ég sagði hann, þegar þú er búin að undirbúa liðið eins vel og þú getur og í svona mótum þá heyrist ekkert. Þjálfarinn getur verið að standa á hliðarlínu og öskra allan tíman. Það heyrir enginn í honum, ekki leikmenn eða neitt. Þannig að Þú þarft ekki að vera með þessi látalæti? Nei, þetta er oft bara eitthvað sýning og það getur kannski verið gott fyrir leikmann að sjá að þjálfarinn er eitthvað að gera eitthvað út af velli. En í flestum tilfellum þá heyrist ekkert í þjálfaranum þegar það er svona stór völlur, margir áhorfendur, allir að öskra. Og það er bara aðmálið, þú getur verið rólegur ef þú ert búin að gera allt það sem þú heldur og getur gert fyrir leikinn. Þú ert búin að undirbúa liðið eins vel og þú getur og nú er þetta bara þeirra að klára verkefnið. Hvernig unnuð þið saman, þú og Lars? Skiptuð með eitthvað verkum eða voruð þið sem einn maður? Nei, það bara þróaðist. Það byrjaði á einhvern hátt og svo þróuðum við það samstarf. Ég sá mest andstæðinginn, að leikarinn andstæðinginn klippa vídeó og presentera það til leikmanna. Og svo var hann þá meira í að horfa á leikmennin okkar. Hann byrjaði náttúrulega sem aðalþjálfari, þannig að ábyrgðin var hann svolítið að velja liðið í upphafi. Þannig að það var svona meira hans hlutverk að fylgjast með íslensku leikmennunum erlendis að spila. Og þó við höfum báðið valið hópinn og allt það, þá var það svona meira hans verkefni og ég meira andstæðingurinn. Og svo þróaðist það bara í svona svolítið skýrari mynd. Og talandi hópinn, Heimir, það hlýtur að hafa verið á að giska ömurlegt hlutverk og hlutskipti að velja hópinn fyrir stærstu stund í íþróttasögu Íslands og þurfa að hafna vinum sínum. Já. Og það er auðvitað erfiðast fyrir okkur og það er oft ekkert mikið sem skilur á milli. Nei. En það er bara okkar starf að taka þessa ákvörðun og eins og ég segi, ef að þú gerir það að bestu sannfæringu þá verður allavega ekkert samviskubitt. Þú fær ekki samviskubitt um að gera eitthvað af þér sem þú heldur að sé rangt. Og við bara, eins og ég segi, við reynum bara að vega og meta hvað er best fyrir hópinn, fyrir liðið, ekkert endilega hvað eru bestu einstaklingarnir, hvað er best fyrir hópinn okkar. En auðvitað er það sárt. En það sem er skemmtilegast við þetta er það að það voru þó nokkrir leikmenn sem voru ekki valdir í hópinn, sem höfðu verið með okkur áður, sem að sendu leið og hópurinn var klár, sendu í rauninni baráttukveður, auðvitað er ég sár að ég var ekki valinn, en ég styði ykkur alla leið og ég ætla ekki að telja upp nöfnin á þeim, en það sýnir bara hversu góðir karakterar þessi strákar eru. Að jafnvel þó þeir hafa verið að fá mestu vonbrigðafréttir í lífi sínu, að þá höfðu við samt
bara það í sér að óska okkur góðs gengis og segja bara að það er no hard feelings frá mér, auðvitað er ég svektur. Heldurðu allir séu búin að fyrirgefa þér? Ég veit það ekki, en það er í rauninni, skiptir ekki máli. Þetta er bara mitt starf, ég reyna að vinna það eins vel og ég get og ég veit að Lars gerir það eins en það er stutt á milli og kannski eftir á þá hugsaðum við kannski hefði verið betra að taka þennan en ekki þennan. En á þeim tíma sem við tökum ákvörðunina þá stöndum við að fullu með henni bara. Hvað gerist núna? Nú ertu orðinn einyrki, ef svo má segja. Þú ert einn orðinn eftir með liðið, Lars farinn heim til Svíþjóðar. Breytist eitthvað? Eða heldurðu áfram að ganga út sömu fjöluna? Já, það er sko, það er óbúslega margt sem við höfum þróað síðustu 4,5 ár sem er vel gert og til dæmis bara þessi undirbúningu fyrir Frakkland var svona 95–7% það sem við gerðum, það sem við undirbyggum var vel gert. Og við erum með allt í föstum skorðum og það væri kjánalegt að fara að breyta því bara því að ég stýri þessu einn. En auðvitað er ég ekki Lars og einhverjar öðruvísi áherslur, kannski ekki alveg sömu skoðanir á öllum hlutum, en að megnun til aftur 95% af því sem við erum búin að vera að gera, við höldum áfram að gera það því það hefur sýnt sig og sannað að það virkar fyrir Ísland. Að lokum endar ekki í pólitík? Það ætla ég að vona ekki. Bestu þakkir fyrir gott spjall. Heimir Hallgrímsson, landsliðsþjálfari Íslendinga í mannamáli að þessu sinni. Við þökkum fyrir hans framlag til Íslandssögunnar sem er orðið merkilegt og þarft vegna þess að við þurftum á því að halda íslensk þjóð að lyfta okkur aðeins upp eftir það sem á undan er gengið á síðustu árum. Heimir hefur bætt okkur upp margt úr því sterksta í síðari tíma Íslandssögu og allir sáttir við það sem gerðist í Frakklandi. Þangað til næst hafa þess sem allra best og verið góð hvert við annað.